Góðan daginn og velkomin á þessu stund. Það sést í efri hlutan á hausnum, þá getum við haldið áfram. Þetta þarf alltaf að vera rétt stillt. Það ættu við nú gamlu mennirnir að hafa lært. Það hefur kannski ekkert lært. Kannski. En það má alltaf kenna. Það má alltaf nema, það má alltaf bæta ráð sitt og allt saman það og það held ég að skiptir aldur engu máli. Það þurfa allir að ábyggilega alltaf annað vegið svona aðeins að keyra í sig og athuga stöðuna. Ekki til að slá og skamma, heldur til þess bara að athuga hvar betur megi gera. Og öll getum við nú gert betur, við veitum alltaf það, en eru við menn í það, sem er allt annað mál. Jú, við erum menn í það og erum fólk í það og höfum margoft sýnt það að geta tekið okkur taki, ekki bara á góðum stundum, heldur bara alla daga og vegna þess að við erum í raun og veru ekkert að leika okkur neitt. Við erum í þessu til þess að þóknast lifandi Guði. Þess vegna hegðum við okkur sæmilega og vel. Við erum prúðar manneskjur, við erum kurteisar manneskjur. Við virðum annað fólk og viljum virða annað fólk. Og viljinn er mjög magnað fyrirbrigði. Til eitthvað gerist í hvora áttina sem þá þarftu að vilja það. Að vilja gera gott, já, er vilja ákvörðun sem þú einn og ein tekur. Þannig er þetta nú með þetta blessaða líf okkar að við tökum ákvarðanir og viljum auðvitað að þær séu réttar og góðar. Oft eru þær réttar og góðar en ekki alltaf. Og þá líka þurfum við að vera með augum sem sjá að þarna kannski byggðum við svo litið út af veginum. En við gerum það ekki til að slá okkur og skamma. Það er engin bættari af því. En við rífum okkur upp á hári eða er eitthvað eftir. Þetta er nú alltaf farið í okkur gamlingjónum, ekki á mér undan. Og rífum okkur upp á segjum hárinu og hefjum ferð frá þar sem staðar var numið. Þannig er þetta nú líka að þú segjum dettur út á veginum og kemur upp á hann aftur og þú byrja frá þeim stað þar sem þú hrundir af veginum. Það er einhvern veginn þannig með þetta ágæta líf okkar að okkur ekki hlíftið að fara skrefin eftir beinubrautinni. Og við sem sagt erum ekki tress með okkur sjálf fyrir að hafa dottið svolítið svona aðeins á. En við, eins og við vorum að tala þá erum við ekkert endilega að slá okkur fyrir það. Ég er nú ekki þannig. Og heldur reynir maður auðvitað að bæta sig. Ég er ekki að segja það að ég sé ykkur brota gemill. Ég er það ekki. Alls ekki. En ég auðvitað hef gert mistök. Og ég er bara eins og þú, hver gerir ekki mistök. Við erum veiklunda fólkið, sem eigum trú á Jesú í dag og það er hann sem kemur okkur í skilningum þessa veikleika og brestina. Við munum eftir svakalega yfirlýsingu Péturs postula. Þó þegar hann var að tala það að hann myndi aldrei yfirgefa hann. Bara aldrei. En Kristur þekkti Pétur betur en hann sjálfur og sagði, Pétur, 3 sinnum myndu afneita mig. Og hann náttúrulega varð foxsýllur og alveg svoleiðis útur gegn móðgáðu. Þó ég ætti að deyja með þess, sagði Pétur, þá myndi ég aldrei afneita þér. Meinti það. En vandinn þarna er eins og með okkur öll.
Og ég held, ef við erum sanngjörn við okkur sjálf sem við erum oft, að við höfum öll staðið á þessum stað. Staðið á þessum stað á ég við að við þekktum okkur ekki rétt, við tölum fram í tíman á þess að hafa neina reynslu af framtíðinni. Og hvernig fáum við hana? Við eigum hann ekki, hún bara kemur í framtíðinni. Og við lendum í alls konar klúður auðvitað og alls konar aðstæðum og það sem við vorum alveg 110% vissum að við myndum nú bara takast á við með karlmennsku, en við gerðum það ekki. Á hverju? Alveg svo Pétur, hann þekkti sig ekki rétt á því andartaki. Svo afneitaði hann Jesú 3 og þá fekk hann svar frá hana sem gól og þá rifjaði hann upp það sem Kristur hafði sagt við hann einhverju undan og hann grét. Og stundum það þannig hjá okkur að við sjáum að okkur og við grátum af niðruninni og það allt í lagi með það. En niðrunin kom og þegar niðrunin kom þá kom líka lærdómurinn og þú náttúrulega varst fyrir smá í söggi og þú sást, kemur kannski ekki alveg strax svo þekking að þú varst ekki að þekkja þig rétt. Því að þú hafðir ekki reynt það sem ykkur reyndi og þú hneykslaðist á að hann skildi nú að láti þetta vera að plaga sig. En svo fékkstu bara sjálfur þetta í andlitið og þá fór að plaga þig sem þú áttir ekki von á. Þú þekkir þig ekki rétt, ég þekki mig ekki rétt. Ég hef þessa reynslu og þú alveg örugglega. Ég man eftir einu atviki sem að þá var ég bara unglingur og það kom ykkur ægilega aumur til mín maður og sagði mig sögu sem að var ekki svona fór eða svona lék hann illa og ég eiginlega hálf hlóa á honum að hvað er þetta að pæla í þessu, sagði ég. Hristu þetta bara af þér maður og ég skildi þetta ekki. Mér fannst þetta bara óttalegur aumingjaskapur í drengnum. En ég þekkti mig ekki rétt. Svo lendi ég sjálfur í þessu nokkrum árum seinna orðið þá fullorðnari maður. Ég held að ég hef nú bara brugðist bara miklu verð við en þessi ágæti vinur minn. Og þannig lærði ég alveg rosalega leksju. Kannski eins og við vitum að Pétur lærði þegar hann afneitaði Pétri Jesú 3 og þá gól hann og hann rifjaði upp sem Jesú var búinn að segja við hann áður en hann galar í dag í 3. sinn þá myndu 3 sinn áður en hann galar í dag myndu 3 hafa afneitað mér og hinn var nú aldeilis ekki inn á því. Það var bara svoleiðis út úr hneykslaður. Hvernig dettu þetta í hug Jesú? En þetta var nú bara sannleikurinn. Þetta var það sem skeiði. Þetta var það sem gerðist. Og þetta gerir stundum með okkur líka að við erum nákvæmlega á þessum stað af því að þekkja okkur ekki. En við erum að læra og við erum að vita líka af þessum þáttum að við erum ekki þessir breiðu kallar sem við teljum okkur vera og vildum vera svona innan gæsalappa. En allt svona stórkallatal það rjáttlast nú af svona fólki með tímanum að því að lífið hefur kennt okkur svo margt. Svo kemur trúin inn í það og þá vaknar vitundin þennan veikleika manna. Og við sjáum að við munum alltaf þurfa að berjast við þennan veikleika. Aftur og ítreka munum við þurfa að kljást við hann. Og hver segir nei við þessu? Við vitum að svarið já vegna þess að við erum alltaf í þessum kringumstæðum. Það þarf ekki að vera nema bara, eitt orð eða hálft orð eða einhver framkoma, einhver svona, sem okkur finnst leiðileg, að hún bara halda fyrir okkur vöku nóttina. Er þetta ekki annars rétt? Hvað skeiði? Segðu mér það, hvað skeiði? Þú vitir það bara nokkuð. Þannig kemur frá veikleiki manna
Þannig að þú sérð að gorgeirinn og að berja sér á brjóst og þetta skal aldrei gerast hjá mér. Sjáum, þetta er bara vindurinn. Þetta er bara hjómið, þetta er hégómi. Og við öll þurfa að standa andspænis þessu eins og ég þurfti að gera og ég læriði alveg rosalega mikið af því þegar ég áttaði mig á því hvað maður væri veiklunduð manneskja. Ég átti ekki von á þessu. Ég var náttúrulega bara úlingur og hafði ekki reynt lífið eins og ég gerði seinna. Ég alveg svolítið skjörsamlega stóð mig miklu verið en þessi ágæti vinnu minn. Því ég var svona að granta stað og hæða stað svona innan gæsalappa. Þá var ég ekki á þeim stað sem ég er á í dag. Og Kristur hefur komið inn í mitt líf og það hefur nú vita nú einhverjum af því. Og hann er að kenna okkur leksíu. Hann er að kenna okkur sína leksíu og hann segir okkur sannleikann. Hann segir okkur alltaf sannleikann. Ég veit ekki með þig, en ég sjálfur elska sannleikann. Og hann tali til mín og sýi burt það sem ekki er satt og rétt, vegna þess að ég vil heyra það sem er satt og rétt. Og þess vegna líka tilenga í mér orð Guðs. Þegar ég trúi því, hef gert alveg síðan að Drottinn opinberaðist mér á sínu tíma og ég vissi að það var til Guð. Hann myndi segja mér það sem er satt. Hann myndi kenna mér það sem er rétt og eitthvað sem ég þarf að frambera og vera undir. Og ég kann því vel. En í kjölfarið hefur komið öll þessi vitneskja hversu veiklunduð vera ég er, og ég segi ég er, en ég er bara eins og allir hinir. Hvorki öflugri né sterkari manneskja. Ég er bara eins og allir hinir. Og ég þarf að glíma við alls konar tilfinningar í mér rétt eins og þú. Glíma við það, já, bara kannski framkomu fólks sem er bara svona. En ég er kannski að taka inn á mig og ekki að meta rétt. Bara eins og þú. Þú er oft gert þetta sama. Þannig þú erum á sama báti hvað þetta varðar. En ég veit ekki með þig og margir eiga veit ég Jesú og hann er að kenna þeim að þekkja sjálfan sig. Því hann vill ekki að þú sett Pétur með gorgeirinn. Aldrei einlega skal þetta gerast, Jesú. En Kristur veit bara betur og hann setur þið bara inn í kringumstæðuna þegar réttur tími er og þú bregst við nákvæmlega svo Pétur. Hrundir bara saman og var skítræddur kannski. En það er allt í lagi. Þannig ertu bara að viðurkenna það fyrir sjálfum þér og Drottinn er að opinbera það þú ert bara maður. Og hvað þarf maður? Maður þarf Jesú. Maður þarf trú. Maður þarf orð Guðs og allt þetta. Þetta þarf maður. Og ég og þú erum þessi menn. Þannig að breiðikallinn, hann gerir sér breiðan, en er í sjálfu sér ekki neitt. Ekki frekar en ég. Ekki frekar en Pétur. Með gorgeirinn sinn sem kom fram, hann var ekki neitt. Þegar hann lenti í ákveðnum kringumstæðum. Þá hrundi hann bara saman. Og breyttist í lafrættan mann. Þetta er það sem að Drottinn er að sýna okkur og segja, þú þarft á trú að halda, þú þarft Konráð á mér að halda. Og hér er Jesú að tala. Ég viðurkenni það í dag að svo sannarlega þarf ég á Jesú að halda. Til þess að gera það sem er rétt, til að gera það sem er betra og vera þessi ærlega manneskja sem ég vil. Ég veit að þú vill líka fyrir þína parta. En lífið er náttúrulega bara heldur áfram. Og það dansar við okkur stundum og svo kemur það stundum á mót okkur með einhverjum hrissingi. Það er þá sem við þurfum á þessari trú að halda. En hvað erum við að gera til þess að byggja okkur upp þegar góðærið er, má segja? Þá kannski bara slökum við á, en það er rangt. Við eigum ekkert að slaka á þá.
vegna þess að við munum ganga inn í einhvern hrissing og storm og vind sem okkur þau finnst erfitt að vera í kjarrinu á Jórdanbökkum. Við munum fara þangað og við munum á einhverju stað jafnvel þurfa að hlaupa með hestum, stríðsfákum og það getur verið erfitt. Og ef við erum bara feit og særleg og hreyfum okkur ekki neitt þannig séð, þá bara gefust við upp þar. Við höfum ekkert úthald. Þannig að þetta er gegnumgangandi ganga með orð Guðs og vörum og daglega. Þú getur ekkert hlaupið neitt framhjá þessu og þú ættir heldur ekkert að vilja það. Og ef Drottinn fær að byggja þig rétt upp, ég hef ekkert vald þarna, en ef Drottinn fær að byggja þig upp, þá mun að sjá til þess að þú hafir þetta úthald. Hver heldur þú að hafi gefið mér þetta úthald í alla þennan tíma nema Jesús sjálfur? Og hvað oft hefur maður ekki verið við uppgjafarins dyr, miklu oftar en þú veist, því að þú veist ekkert svo mikið mig. Því við erum ekki saman með endrum og sinnum. En ég er alltaf með sjálfuð mér hvar sem ég er. Og ég er að glíma þar við alls konar alveg svo þú. Og stundum er ég við uppgjafarins dyr, eins og ég var að segja áðan, að þú hafi neina hugmynd það. Hver er það sem drífur mig áfram? Það er auðvitað Jesú. Það er trúin mín, það er orðið sem ég er að lesa og fræða mig á og byggja mig upp af. Þetta virkar allt. Og það gleðst með mér þegar ég er glaður og kátt manneskja, en það líka drífur mig upp þegar ég er á hinum staðnum. Þegar hryggðin hefur sótt á mig og ég hef leyft henni að jafn að gleypa mig. Ég veit að þetta kemur ekki fyrir þig. Þú bara biður bæninu meira, ég veit allt það, en ég held að sé ekkert þannig. Ég held að þú þurfur að ganga alveg, kannski jafn oft og ég í gegnum svona eitthvað sem þú vildir ekki lenda í. En akkur lendur í því? Þetta dagarnir eru vondir. Og akkur tala ég svona? Af því orðið segir mér þetta. Dagarnir eru vondir sem merkir það í raun og veru. Vertu vakandi hér og nú. Fyrir hverju? Fyrir ástandinu og sjálfum þér. Og vertu ekki að búa þér til einhverja mynd og draga upp einhverja mynd sem er ekki, eins og Pétur. Aldrei að eilífu, þó ég ætti að deyja með þér, myndi ég aldrei afneita þér. Eins og lenti hann í kringumstæðum og bara fyrsta sem gerði, hann afneitaði Kristi, bara leið. Það þekkti sig ekki sjálfan. Og það er eins með mig og þig, við þekkjum okkur ekkert alltaf sjálf. Og þess vegna erum við að lenda í alls konar. Þetta er leið reynsla, þannig að þetta er allt saman til blessunar. Það er ég líka búin að sjá og ég veit að þú tekur undir það, að þetta er allt saman til blessunar. En við verðum að rísa upp úr þessu ástandi og ef ég rísi ekki upp fyrir mitt líf, þá getur þú ekkert gert það. Þú getur auðvitað hvatt mig en það er ekkert vist ég taki við þessari hvatningu. En ég get líka hvatt mig upp og hafið göngu frá þeim stað þar sem að ég kannski settist. En ég ætlaði aldrei að setjast, ég ætlaði bara að vinna þessa vinnu bara dag frá degi sem maður auðvitað hefur gert að svona 99% hluta. En svo koma dagar inn á milli þar sem að, já, maður þarf að hafa svo mikið fyrir þessu. Og Drottinn, ég þakka honum fyrir það, hann hefur leyft mér sem sagt að gera þó að Jésu sjálfur ekki neinu standi til þess. Ég veit ekki hvernig þetta talar til þín, en ég segi líka svo áðan, ég kannski þekkja þetta ekkert. En ég held þú þekkja þetta jafnvel og ég. Þegar við erum á sama báti sem við erum líka að tala um. Við erum saman í þessu. Þannig að við skulum styðja hvort annað og reyna að skilja hvort annað. Já, reyna að skilja hvort annað, að gengur það skil, en ef við reynum það, þá erum við á réttir leið með þetta. Við erum að vilja þetta góða og betra og reyna að vera þar. Hvernig gengur okkur það? Jafn illa og vel og mér. Mér gengur það ekki neitt sérstaklega vel alltaf, en stundum gengur mér það betur. Svona er þetta líf. Það er svona í dag, það er öðru svo morgun og allt þar á milli. Þannig að gorgerinn
sem að vaknaði upp í mér þegar þessi ágæti vinu minn, þá var ég unglingur sem ég var að segja þann, fór að tala ákveðna hluti og ég alveg bara horfði á manni maður. Er þetta að plaga þig? Ég var nú svolítið 110% vissum það, ég myndi nú ekki afgreiða þetta svona. En svo lendi ég sama og þá afgreiði ég þetta og var miklu helmingi aumar en strákareið sem að mér fannst nú alveg ríkalega aumur. Annars svo Pétur, aldrei. Svo bara hrundan saman, þannig stóð andfænis ógninni. Vildi ekkert, já, hrundan bara saman og var bara skítræddur. Ég veit að þú var aldrei hræddur, en Pétur var skítræddur. Þannig við þurfum að passa okkur að vera ekki með hana gorgir uppi. Það nú eitt af því sem maður hefur lært vegna þess að maður veit af reynslunni að maður ekki meiri bógur en nokkur annar. En maður heldur ekkert minni bógur en nokkur annar. Við erum bara á jafningar í þessu. Þessi glímir við þetta og hann bara hrýnur saman af þessu en tjekka sig nú aftur upp og ég hef margótt þurft að tjekka mig upp. Ég held að sagan því sé líka þessi. Þannig við höfum að styðja hvort annað sem að trúum og elskum Jesú, að því við eigum hvort annað. Halló. Það er málið. Og við erum að glíma þessa glímu saman, að því við eigum hvort annað. Við hugum hvort annað, að því við eigum hvort annað. Það er ekki rétt. En erum ekki að leggja byrðar hvort og annað, að við þurfum ekki að gera það. En við erum náttúrulega bara viðkvæmar manneskjur og finnst stundum, það er nú bara því miður, við erum bara menn, ekki, hort fram í okkur ekki þakkað nægjanlega og svo framvegis. Og svo má spyrja, hver ætti að þakka mér svo sem? Segir ekki Drottinn sjálfur, náð mín nægir þér? Jú, hann segir það sjálfur. Okkur ekki að grípa til orðsins. Náð mín nægir þér. Hættu þessu væli. Og þetta er nú eitthvað sem við svona tökustum á við, hvert og eitt. En erum kannski of, ég held að það sé nokkuð kannski vandi, að við erum of að horfa til náungan. Nú er ég vanda og nú á náungin að koma að hjálpa mér. Hann á að hjálpa mér. Ég hjálpaði honum í gær og hann á að borga fyrir sig með því að hjálpa mér. En hann kom aldrei, náungin. Og hvað ætla ég að gera? Lippast niður, detta í enn meiri debur og sorg, eða ætla ég að rífa mig upp úr þessu, tekka mig upp. Þetta er í boði. Ég held að ég sé nú alveg sammála því, við viljum tekka okkur upp og hrista þetta á okkur. Og hver er það sem hristir þetta á okkur? Er það ekki við á endanum? Við eigum Jesú, kraftur hans býr í okkur, kraftur hans í raun hristir þetta á okkur. Er það ekki sagan þín? Þetta er allan sagan mín. Þegar maður hefur gengið í gegnum ykkur að dali, að þá hefur maður hrist þetta á sér með Guð sjálf. Og eins og ég hef marg oft sagt, og þetta er bara sannleikuna, þá hef ég oft þurft að glíma við svo margt sem ég elska svo að gera. Svona maður er nú einkennilega vera. En ég veit að ekki þekkir þú þetta heldur, en sumir, og ég þekki þetta allt og vel. Af hverju? Það hef ég komið stað fyrir margt löngu, komst af fljótlega eftir ég var trúaður og gat rækið söguna langt eftir í tíman fyrir mig. Hversu veiklunduð vera maður er og hvað maður þekkir sjálfan sig illa og lítið. Eins ég var að tala með hennan ágæta strák vinn minn og mér fannst það bara voðalega raum í gera þetta maður. Ég þekkti ekki eigin viðbrögð við sömu kringumstæðu.
Og ég var líka að segja, já, ég bakka ekkert með þetta. Ég held að það hafi verið 10 sinni verri en voru hjá honum. Þannig að ég fekk þetta alveg 10-falt yfir mig. En læriði þetta mína leksíu. Ég þakka nú Guði fyrir það. Ég hef nú oft lært leksíun af með svona þvæleikuri. Og styrtu þetta smátt og smátt í því. En þessi þvæla, hún bara út allt. Þú gengur í gegnum þessa þvælu og hún ekki lengur þvæla, heldur orðin eitthvað svona þekking fyrir þig til góðs. En þessar þvælur út allt. Og þú ert alltaf að taka við þessar og glíma við hann og rinja niður og rísa upp. Já, þú ríst alltaf upp. Þess ertu ennþá á veginu með Jesú eftir hvað langa tíma, áratugi margir. Af hverju? Að þú ríst alltaf upp. Þú leiði trúnni að tjakkaði upp. Þrátt fyrir að erfitt hafi verið tíma. Sjálfsvorkun og allir sá aumingjaskapur. Við erum öll þarna. Við þurfum ekkert að fyrirverða okkur neitt fyrir þetta. En við ætlum að rífa okkur upp úr þessu. Hver staðan núna? Hún aumingjaskapur? Já, einhverjum. Rífið þið upp úr því. Hvernig á ég að gera það? Segir þau. Þú átt trú, fara að virkjaðu hana. Og þá kemur gleðin alveg leið. Ég þekki það mjög vel. Að gleðin kemur alveg leið, að ég tala nú ekki það, þú hefur því að gera verkin sem að Guð hefur sett á upp í hendurnar og þú veist þú átt að sinna. Þá ertu alveg spriklandi fjörugur eins og fuglinn sem flýgur og sest og greinur og syngur fallega. En þú að gera þetta. Ef þú heldur ekki áfram að gera verkin, þá bara breytist í eitthvað trúald þarna, bara já, grátandi og harmandi sinn hlut. Ef einn farið með sig þangað, þá geti ég það alveg eins, því að það langt síðan ég sá og viðurkenndi fyrir sjálfum mér og öðrum, að ég ekki magnaður eða máttugur maður nokkur annar. Ég bara eins og allir hinir. Og maður stendur ennþá keikur og í lagi með sjálfum sig, af því ég trúi. Ég rækta mitt samfélag við Guð og ég það sem drottin af því ég vill að sjálfur. Ég læt engan taka þetta frá mér. En svona óbeint má segja að það hefði oft verið reynt. Því að ef það veist aðmanni með einhverjum þætti og þú verður fyrir svona óróa í hjartan og huga, þá má eiginlega segja það að það hafi verið veist að þér. Af hverju? Til að koma þér út úr trúnni minn hér. Þess vegna veist að þér, að okkur, sem mönnum, sem trúuðu mönnum, það verður nokkuð að koma okkur af þessu stað trúarinnar. Ég veit ekki það og ég get eiginlega ekkert svara þeirri spurningu hvort þessi margir eða fáir sem hafa hrakist af veginum og bara úr trúnni. Ég held að það sé rosalega langsótt mál. En ég veit að margir, já, eru kannski liggjandi við veginn og hafa sig ekki upp og í sína fyrri stöðu. Því að þó að ég hafi veiklast í trúnni og hrasaði lappirnar á sjálfum mér, þá var Drottinn búinn að úthluta mér stöðu sem mín. Og ég geti risið upp og farið aftur í hana. Vegna þess að hún ætluð mér og engum öðrum. Ég valinn, útvalinn í verkefni. Þú ert útvalinn í verkefni, en þetta sitt hvor verkefni. Ég þarf að sinna mínu, þú þarft að sinna þínu. Og hver staðan? Hefur verið að sinna þínu? Ég bið til Guðs já, svar þitt sé já. Hef ég verið að sinna mínu, svar mitt já, að ég náttúrulega veit hver ég og veit hvað ég hef verið að gera. Og þetta að blessa mann og annan, og ég hef alltaf trúað því að svona verk, Guðsverk, það blessi mann og annan, en ég hef ekki hugmynd það, hverju þetta að blessa. En Drottinn talar alltaf til mín þessi orð, það víst gagnaður sem þú ert að gera konurlóða minn.
að reyndar í löngu hættur að hugsa með þessum hætti því ég voru aðtóð það, ég er búin að vera í þessu í 20 ár. Með þessum hætti sem ég er að gera hér. Þannig að ég var ekkert í þessu svona lengi nema að vera bara fullviss að það sé gagn að því. Þannig ég veiklegt ekkert í því og hugsa ekkert það, en tíma þá var maður svolítið að velta þessu fyrir sér og auðvitað plagaðist maður af því vegna þess að það voru kannski eitt svo margir að horfa, en svo hætti ég því þegar Drottinn fór að tala það og þá get ég líka að rakið þess að sögu alveg til upp af sig. Hann sagði strax við mig, hann sagði það verður ekki margir sem horfa á þetta, en þetta mun hafa því mun meiri áhrif. Áhugaverð. Og þetta verður alveg staðist, það hefur ekki verið margir að horfa á þetta mína, svona samkvæmt tölum, en Drottinn segir að þetta hafi haft mikil áhrif. Þannig að Drottinn veit alveg hvað hann syngur, en ég maðurinn sem hann kallaði til að gera þetta, og ég er því maður sem þarf að sinna þessu. Því ég hef þessa gjöf, sem Drottinn hefur útbúið þannig að hún hefur áhrif, en ef ég set heima í þunglindi og einhverjum aumingjaskap, þá allavega kemur ekkert út þann daginn og þá hefur þessi ræð ekki þau árið sem henn er ætlað að hafa, því að Drottinn tjaldar ekki til einna nætur og hann er að með þér. Það er nú það sem maður hefur reynt, að Drottinn er að með mér og er með mér í þessu. Ég hef alltaf fundið fyrir hann þegar ég er að gera þetta. Vegna þess að til að mynda birtingamyndin einu fyrir mína parta er þessi gleði sem vaknar með mér þegar ég er í verkinu. Svo náttúrulega fyrir margt lengur fór maður að elska þetta. En svo líka upplifum maður það aftur og aftur að það getur verið erfitt að koma sér á stað. Það var að biðja bæninu meira, þú svo mikið gæi eða þú bara hefur ert með þetta allt á hreinu. Ég þekki alveg bænina og ég er með þetta líka á hreinu, stundu gengur mér bara ríkalega erfilega að koma mér í þetta allt saman. Þannig að við sjáum að við erum mjög ólíkar manneskjur. Það er að segja að þú ert að segja rétt frá sem ég hefast ekki að þú sért að gera. Og það er nú eitt sem maður hefur lært í gegnum tíðina og þetta við höfum þetta allt saman í Biblíunni, að sannleikurinn þarf að talast líka til mig, fyrst til mín. Svo ég nefni nú Pétur vin okkar aftur. Að við vitum það, ef við skoðum þessa sögu, að hann þekkti ekki sjálfan sig. Og ég veit af minni sögu að ég þekkti heldur ekki sjálfa mig að svo mörgu leyti. En ég gekk inn í kringumstæður sem algjörlega stútuðu mér, svona innan gæsalappa, ekki alvöru, vegna þess að ég þekkti ekki sjálfa mig, hvað með þig? Finnst þér sumt hjá fólki bara hreinn aumingjaskapur? Ekki tala þannig, vegna þess að Drottinn gæti setti í sömu kringumstæður. Og þú breyst í þetta slitti sem þú varst að horfa á og lóst það kannski og fannst ekki mikið til koma. Við erum bara manneskjur, veiklundaðar manneskjur með svoleiðis veikleika í okkur að það hálfa er nóg. Já, þetta er sannleikur, að það hálfa er nóg af þessu, en við erum með þetta allt. Og Drottinn segir inn í þessi hugreistendu orð, náðu mér nægið þér. Og það eru mikil og öflug skilaboð til okkar mannana þetta atriði, því þetta er sannleikur, náð Drottins nægir mér. Ég kann vel við þessu orð, mér finnst það alveg frábær, mér finnst það alveg svakalega gott að heyra þetta, vegna þess að þessi orð eru ætluð mér, þessari persónu. Þú segir þetta fyrir þig, þessari persónu, og bendir á sjálfa þig. Því þetta er sannleikur, þetta er ætlað þessari persónu. Náðu mér nægið þér. Akkur haldið að við séum að læra utanbókar orð Guðs. Þau eru til þess að ressa okkur. Náðu mér nægið þér. Þetta eru 3 orð ekki. Náðu mér nægið þér. Þetta eru 3 orð. Ekki mörg orð. Þetta eru hlaðin visku og krafti sem við þurfum að minna okkur á.
Og þess vegna eigum við þessu orð, þess vegna lærum við sem orð Guðs utana, að þau eru kraftur til þess að lyfta okkur upp þegar við erum að hrapa eða sest og hættið allt. Svo koma þessu orð að þau köllum eftir en takt eftir þú kallaðir eftir þeim sjálfur, þá rist á veit, já, best að vera að gera þetta. Svona hefur þetta verið allt og oft hjá mér allavega. Ég held þessi ekkert aumari maður en hver sem er. En ég hef verið margt lengur lært að tala sannleikan við mig. Og þannig er rosalega magnaður þessi sannleikur. Ég elska sannleikan. Og segir ekki orð Guðs það eitthvað staðar að við þurfum ekkert nema sannleikan. Það er rétt. Við þurfum ekkert nema sannleikan. Okkur sjálf. Aldrei að eilífi skal ég afneita þér Jesú. Vitið, við höfum oft verið á þessu stað sjálf. Þetta mér nú aldrei hafa áhrif á mig. En svo, hann geymir þetta bak við eyrun, svo segja, látum hann reyna þetta og svo réttust þetta blossar þetta upp. Og hvað sér hann? Slitt á gólfinu, grenjandi slitt á gólfinu, segjum það. Ég, þú, við. En hann tjakkaði okkur upp. Við náðum fyrir styrk, gengum, og svo gengum við inn í trúna. Og við sá, það er til Guð. Og þetta er náttúrulega stóra opinberunin mín. Og síðan þá, þetta var 89 fyrir geði, þá hef ég lært mikið Guð. Ég er alltaf að læra Guð. Ég er að tala Guð, að ég veit að það gagnir mest að tala Guð. Eins og Drottinn sagði við mig og mér finnst það mjög gott að þetta mun hafa mikil áhrif Konráð minn. Þannig að þú skalt bara tala. Þetta var það sem hann sagði, þetta er ekki það sem ég er að búa til. Og ég er í þessu ennþá, eins og veist, og að því ég hef nú fyrst og fremst bara gaman að þessu. Ég elska að gera þetta. Ég elska að tala út reynslu mína í Guði og tala bara það sem Guð vill tala á hverjum tíma. Og svo gefur hann mér inn í það, þess ég var að segja, og það er áhrif. Þetta eru áhrif af þessu og mér fannst það magnað. Hef ég tekið eftir þessum áhrifum? Ég veit það ekki, en ég verð bara að trúa því sem orð Guð segir, eða orðið sjálft segir við mig. Ég bara, já, það er gagn af þessu. Ég þarf svo sem ekkert að sjá það er bara, ég veit þetta og ég geri þetta og ég vinn þessa vinnu vegna þess að Drottinn lætur engan ausa í botlis og tunnu. Ekkert mig frekar en þig. Hann sér að þetta sé ákveðin vökun einhvers staðar. Hvar? Ég veit það ekki. Mér var það ekki til það. En ég vil bara skila af mér mínu verki. En það get ég séð Því þú getur ekki skila af þér mínu verki. Því þú ert ekki ég. Guð gefur þessum gjöf til að tala og segja viss orð við vissa kringustæður sem að þú myndir kannski ekkit fá eins og ég að því hann kallaði mig. Eins er með þig sem kallaði manneski að því er ekkit fyrir mig að reyna að apa upp eftir þér því ég er ekki þú. Guð notar þig á sérstakan hátt alveg sem mig. Við þurfum að stíga fram í verkefnið til hann geti gert sitt í okkur og svo kemur trúin inn í það og hún segir við mig, Konráð, það er alltaf blessun af svona guðsverki, alltaf, og ég trúi því og hef trúið því alveg frá fyrsta degi. Þetta blessar mig alveg stóri blessun og aðri fá líka blessun af þessu. Guð veit hverjir það eru hvaða fólk þetta er sem fær blessun. Ég raun og veru að varða mig ekkert það. En þetta blessa mig og ég trúi því að þetta sé blessun fyrir mann og konu, já, þess vegna hvar sem er. Það er nú aldrei flott að eiga til þetta.
En þetta þarf maður að eiga til þess að halda út og það er ég búin að sjá. Ef við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram því að þú ætlar að biðja með mér inn í málið.